Og hvernig mætti gera það? Jú, það hefur komið fram í kröfum félagana, Starfsgreinasambandsins og Verslunarmannafélags Reykjavíkur og Landssambands verslunarmanna þessi hugmynd að tvöfalda persónuafsláttinn sem gerir það að verkum að 300.000 króna lágmarkslaunin í dag verði skattfrjáls og menn hafa rætt í þessu samhengi líka að láta persónufrádráttinn síðan fjara út rólega og hverfa öðru hvoru megin við 1 milljón í tekjur á mánuði. Þetta lækkar skattbyrðina í lægri endanum og flytur hana yfir í hærri hlutann og ef að tvöföldum persónuafsláttarins væri látin ganga alla leið upp þá fengju hæstu hóparnir sömu lækkun á skattbyrði sinni og lægstu hóparnir og ég sé enga þörf fyrir það fyrir utan að það veri óheyrilega dýrt fyrir hið opinbera. Fjármálaráðherra var í sjónvarpinu í gær og sagði að þessi krafa að lágmarkslaun sem var í gildi hér til 1996, hann sagði að þetta væri stórkallalegt, óútfært og algjörlega óraunsætt. Þetta myndi þýða að það þyrfti að stórhækka skattbyrði á miðtekjufólk og svo bætti hann við og líka á þá sem eru þar fyrir ofan. Sko þessi útfærsla, ef við gerum þetta þannig að 300.000 krónurnar verði skattfrjálsar og persónufrádrátturinn verði látin fjara síðan út í kringum hverfa, í kringum milljón á mánuði, það myndi þýða að sá sem með 650.000 á mánuði sem nálægt meðallaunum á vinnumarkaði, hann væri í óbreyttri stöðu. Hann væri með sömu skattbyrði og hann í dag. Þeir sem eru neðar í tekjustigunum fengi skattalækkun en þeir sem væru ofar fengi skattahækkun. Og það þetta og eðlilegast að útfæra það þannig að hækkaða skattbyrðin fyrir ofan þessi 650 að hún kæmi stigvaxandi rólega í fyrstu og svo mest. Þannig bætt svona á bilinu 1 til 6% stigum ofan á þá skattbyrði sem í hærri hópunum í dag. En ef að þetta væri gert bara með persónuafsláttinn, þessi aðgerð, hún myndi kosta á bilinu 30 til 40 milljarða, svolítið háð útfærslu, hversu bratt hann látin lækka, hvar hann fjarar endanlega út, þetta hægt að stilla bara af og þar með stilla kostnaðinn af. Stjórnvöld hafa nú þegar eyrnamerkt 14 milljarða í skattalækkanir, þannig það nú góða leið í áttina því, þá vantar cirka 20 milljarða og að því að fjármálaráðherra hefur auðvitað lýst því oft á tíðum undanfarið í löngu máli hvað fjárhagur stjórnvalda góður, þá eru þau óvenju aflögufær þessar mundir og kannski meira aflögufær en atvinnulífið. Þannig að þessa rest sem vantar, segjum að það séu 20 milljarðar til að fjármagna þessa aðgerð sem skilar okkur skattfrelsi á lágmarkslaun og skattalækkun á umtalsverða hópa þar fyrir ofan, að þá þarf ekki annað en að færa skattlagningu hæstu tekna og fjármagnstekna á Íslandi til samræmis við það sem á hinum Norðurlöndunum. Það ekki róttækara en það. Og af hverju ættu hátekju- og stóreignamenn á Íslandi að vera með minni skattbyrði en bræður og systur þeirra á hinum Norðurlöndunum? Ætluðu við ekki að vera með norrænt velferðarkerfi sem kostar jafn mikið og velferðarkerfin á hinum Norðurlöndunum og eiga hátekjumenn og stóreignamenn ekki að leggja sitt af mörkum til jafns við það sem hjá frændþjóðunum?